Góðan daginn, kæru ársfundagestir, samstarfsfólk og aðrir gestir. Það löng hefð fyrir því að við heiðrum framúrskarandi starfsmenn á ársfundi og það byggt á tilnefningu starfsfólks sem eru gerðar á hverju ári og allir starfsmenn geta tilnefnt félaga sína eða aðra sem þeir þekkja til. Og í ár bárust 200 tilnefningar og alls 100 einstaklingar og hópar og teymi voru tilnefnd. Allir sem voru tilnefndir eru náttúrulega glæsilegir sigurvegarar og ég vildi helst hafa geta fengið þá alla hér upp á svið í dag. En það þurfti að velja úr fulltrúa sem eru glæsilegur hópur sem við heiðrum í dag. Og það valnefnd vegna heiðrananna og auk mín þá í þeirri valnefnd Kristín Jónsdóttir gæðastjóri rannsóknarsviðs og Einar Stefán Björnsson yfirlæknir og prófessor á líflækningasviði og Vigdís Hallgrímsdóttir framkvæmdastjóri aðgerðasviðs og María Einarsdóttir framkvæmdastjóri geðsviðs og starfsmaður nefndarinnar Þórleif Drífa Jónsdóttir verkefnastjóri á mannauðssviði. Og við valið á þeim sem koma til greina til heiðrunar þá horfum við að sjálfsögðu til áherslna spítalans, stefnunar og gildana okkar umhyggju, framþróun, öryggi og fagmennsku. Og þetta voru vönd að ráða en niðurstaðan sú að það eru hér í dag 9 einstaklingar og fulltrúar fyrir einn svolítið stóran hóp og síðan 2 tveggja manna teymi sem voru valin. Og þeir sem fá heiðrun fá gjöf sem hérna í tilfelli einstaklingarna gjafakort sem við geta nýtt hvar sem og í tilfelli hópana þá verður gerður ákveðin svona dagamunur á vinnustaðnum með þeim og öðru samstarfsfólki þannig að vonandi verður það ánægjulegt í kjölfarið. Nú Páll forstjóri, ég ætla að biðja þig að koma hérna upp og aðstoða mig við að afhenda og þeir sem eru heiðraðir fá viðurkenningaskjal og blómvönd og ég vil biðja ykkur sem eru kölluð upp og eru hérna fremst í salnum að koma upp mitt vinstra megin og stilla ykkur síðan upp hérna á sviðinu þangað til allir eru komnir upp og síðan í lokin þá vildum við biðja ykkur að bíða aðeins þegar fundurinn búinn svo við getum tekið mynd af öllum saman. Þannig að við byrjum á einstaklingunum og ég mun kalla einstaklingarnu upp í stafrófsröð og svo verðum við með myndir af þeim hérna og tilvitnun í umsagnir á bakvið og ég bið ykkur að við klöppum bara í lokin til að flýta fyrir, ekki það að allir ekki skilið klapp. Ok, þá erum við tilbúin og við byrjum á Anne Heis, hjúkrunarfræðingi á vökudeild á kvenna- og barnasviði. Ann hefur gegnt forystu hlutverki í þróun nýburahjúkrunar og nýburagjörgæslu og hefur verið nýliðum frábær leiðbeinandi. Hún hefur skýra sýn í starfi, góður hlustandi, æðrast ekki, umburðarlynd og hefur ríka samkennd á faglegan og mildan hátt. Og hér segir uppi, Ann einn af máttarstólpum vökudeildar, fagmaður fram í fingurgóma, mikill viskubrunnur og fyrirmynd í starfi. Og þá það næst Elisabeth Cook, náttúrufræðingur í rannsóknarkjarna í Fossvogi á rannsóknarsviði. Elisabeth hefur gífurlega hæfni, kunnáttu og þolinmæði í rannsóknarvinnu, bæði við þjónusturannsóknir og flókin vísindaverkefni. Hún hefur innleitt margar nýjar rannsóknaraðferðir og leiðbeint fjölda háskólanema í vísindarannsóknum. Elisabeth einstaklega fær og hæfur starfsmaður sem dreifir jákvæðni í kringu sig og það einstakt að starfa með henni. Og þá það næst Kristbjörg Jóhannsdóttir, aðstoðardeildarstjóri dagdeild skurðlækninga á Hringbraut á skurðlækningasviði. Kristbjörg vakin og sofin yfir umbótum eins og að stytta biðtíma eftir aðgerð, bæta nýting á skurðstofum og bæta þjónustu við sjúklinga með breyttum verkferlum. Skjólstæðingurinn alltaf í fyrsta sæti hjá Kristbjörg og hún mikill talsmaður þess að auka þátttöku sjúklinga í eigin meðferð. Og umsagnir hana sögðu meðal annars í huga Kristbjargar ekki til vandamál, bara verkefni til að leysa, hún drífandi og ósjálfhlífin og fær aðra með sér. Og þá það Kristín Gunnarsdóttir, deildarstjóri í gjörgæslunni í Fossvogi á aðgerðasviði. Kristín hefur rekið gjörgæslunni árabil af óeigingirni, dugnaði og fagmennsku. Starfsfólk getur ávallt leita til hennar og persónlegu nótum ef á þarf að halda og hún líka frábær hjúkrunarfræðingur sem gengur í störfinu með þarf. Og hana segir meðal annars, Kristín áhugasöm og góður leiðtogi og stjórnandi þar sem velferð og hagur starfsfólks hafður í öndvegi. Frábær fyrirmynd. Og þá það Nína Guðrún Heimisdóttir, skrifstofumaður á dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga á Hringbraut á lyflækningasviði. Nína heldur utan göngudeild lyflækninga, krabbamein og blóðmeinafræði af mikilli röggsemi og lætur sér annt sjúklinga og samstarfsmenn. Auk þess að vera lykilmanneski í fjölmörgum gæðaverkefnum og afar öryggismeðvituð. Það þannig á spítalnum þegar þörf á að bæta skipulag, þá gjarnan sagt, hér þurftum við að fá eina Nínu. Og hana sögðu félagarnir, Nína þrautseig, lausnamiðuð og sífellt að huga að hvernig við getum bætt þjónustuna, auk þess sem hún glaðlynd og hvetjandi.
Og við höldum áfram Sigurlaug Jóna Sigurðardóttir, læknaritari í læknaritun geðlækninga á Hringbraut á geðsviði. Sigurlaug hefur, auk læknaritara starfa og utanumhalds með stórum móttöku og bráðadeildum, aðstoðað samstarfsfólk sitt og nema á geðsviði, kennt á hin ýmsu tölvukerfi, aðstoðað kennara og kennslustjóra, sinnt móttöku og aðstoð við skipulagskennslu læknanemum árabil, allt af einstakri þolinmæði og ljúfmennsku. Og hana segir, Sigurlaug eðalmanneskja og frábær starfsmaður, einstaklega dugleg og ósérhlífin, en líka hlý og hjálpsöm. Og þá það Sigurvin Sigurgeirsson, rafvirki á rafmagnsverkstæði á Hringbraut á rekstrarsviði. Sigurvin góður rafvirki með ótrúlega hæfni til að leysa flóknustu mál sem geta farið úrskeiðis í tæknimálum í flókinni starfsemi. Hann bæði þolinmóður og einstaklega bóngóður og samkvæmt umsögnum starfsfólks þá veit hann allt tölvur og tengingar og leysir sín mál alltaf fljótt og vel. Og hér stendur uppi, Sigurvin frábær fagmaður sem rafvirki og líka einstaklega kurteis, greiðvikinn og vinnusamur. Og þá það Teresa Mist Sekong, starfsmaður í Bítibúri á kvenlækningadeild á Hringbraut á kvenna- og barnasviði. Teresa alltaf glöð og mjög umhyggjusöm fyrir skjólstæðingum og samstarfsfólki. Hún vinnur markvisst og af alúð og virðist vinna sér allt létt. Hún sýnir samstarfsfólki áhuga og alltaf tilbúin að hjálpa til. Við erum heppin að hafa Teresu hjá okkur. Teresa jákvæð, áhugasöm og dugleg, fyrirmyndar starfsmaður, mjög samviskusöm, jákvæð og frábær í alla staði. Og að lokum í hópi einstaklinga það Þóra Filipusdóttir ljósmóðir á meðgöngu og sængur kvennadeild, kvenna- og barnasviði. Og Hilda Friðfinnsdóttir kemur upp fyrir hönd hennar, deildastjóri á deildinni. En það segir Þóru, hún frábær fagmanneskja sem ljósmóðir, með fallega og fáaða framkomu og beri virðingu fyrir öllu fólki. Í þjónustu við konur og börn leggur hún áherslu á umhyggju og öryggi og hún hefur tekið þátt í framþróun fagsins og lagt mikla alúð í kennslu hjúkrunar og ljósmæðranema. Þóra einstaklega ljúf og nærgæti ljósmóðir sem kemur alltaf fram af virðingu við samstarfsfólk og skjólstæðinga. Og þá það fulltrúar stórs hóps sem flutningaþjónustan á rekstrarsviði sem tilheyrir þjónustudeild. Flutningaþjónustan öflugur hópur sem kemur í öll hús spítalans og snertir því fjölmarga þætti starfseminnar. Hópurinn samanstendur af einstaklingum með ólíkan bakgrunn en þeim hefur tekist að ná upp góðri þjónustu og góðum anda. Þau koma með bros á vör og sækja síni, tæki eða annað sem þarf að fara með á aðra staði, en þau þurfa líka að vinna í erfiðum málum og aðstæðum svo sem að flytja látna einstaklinga. Hópurinn hefur komið vel út í þjónustukönnunum og vinnur markvisst að því að efla sig og bæta. Og hér mynd af hópnum í Fossvogi, ef við fáum næstu mynd, að þá það hópurinn á Hringbraut, en þetta reyndar ekki allir. Og það segir þau, flutningaþjónustan á skilið hrós og hól fyrir frábært starf. Þau koma hlaupandi með bros á vör og þeirra framkoma og viðmót til fyrirmyndar. Og fyrir hönd hópsins þá það Gunnar Fjellsteð, verkstjóri í Fossvogi og Hrafn Daniel Kæró og Hringbraut sem taka við viðurkenningunni. Þau fá tvö skjöl og 2 blómvendi því það 2 starfsstaðir. Og næst það teymi sérfræðilæknis og hjúkrunarfræðings á dagdeildarhluta öldrunar á Landakoti. En það þær Guðný Bjarnadóttir, sérfræðilæknir, og Sigurveig Björgvinsdóttir, hjúkrunarfræðingur á dagdeild öldrunarlækninga, þær á flæðissviði. Guðný og Sigurveig hafa árabil unnið saman að greining og meðferð frumra veikra aldraðra með það að markmiði að skjólstæðingurinn geti áfram verið í sjálfstæðri búsetu og noti lífsins. Þær alltaf jákvæðar og hafa lagt sig allt sitt fram í þeim breytingum sem verið hafa undanfarið meðal annars á dag- og göngudeild, samfélagsdeild, öldrunarlækninga. Og þær segir, Guðný og Sigurveig til fyrirmyndar í teymisvinnu, þvert á starfsstéttir, þar sem sjúklingurinn ávallt í öndvegi. Og að lokum, síðast en ekki síst, þá það teymi 2 sjúkraliða á dagdeild skurðlækninga í Fossvogi. En það þær Arnheiður Magnúsdóttir og Ester Jóhanna Adamsdóttir sjúkraliðar. Þessar 2 samstarfskonur hafa árabil unnið vel saman og komið að ýmsum umbótum til að bæta meðferð og verklag við hjúkrun bæklunar og dagsjúklinga á skurðlækningasviði. Þær sýna mikla færni og þrautseigju í krefjandi störfum sjúkraliðans og hafa einnig leiðbeint sjúkraliðanemum árabil við góðan orðstýr. Og þær segir, Arnheiður og Ester framúrskarandi starfsmenn sem hvetja og styðja samstarfsfólk og taka þátt í breytingum og verkefnum á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Og nú skulum við klappa fyrir þeim öllum til hamingju innilega. Takk fyrir.